Sæl öll sömul, við getum farið að byrja, þetta ekki örugglega kveikt á þessu, jú. Nú erum við sérst komin á lokahnykk fyrsta dags landsþingslýs og yfirskrift þingsins þáttaka stúdenta í mótun háskóla samfélagsins. Þess vegna ákveða að fá til okkar góða gesti, Loga Einarsson, nýjan ráðherra menningar, nýsköpunar og háskólamála, nýjan þingmann Viðreisnar, Maríu Rut Kristinsdóttur, sem bregður sér úr hlutverki fundarstjóra og yfir í pallborðsgest. Þess má gaman geta að hún líka stofnandi LÍS, svo það heiður að hafa hana hér í dag líka. Við erum með Silju Báru, sem nýkjörinn rektor Háskóla Íslands, og Pál Winkel, nýjan framkvæmdastjóra Menntasjóðs. Ástæðan fyrir að við buðum ykkur sérstaklega hér í dag vegna þess að nú eru svolítið breytingavindar á lofti hvað varðar málefni háskólanema og því kjörið tækifæri til þess að tala þáttöku okkar í þessum breytingum sem að eiga sér stað. Nú frumvarp breytingar á lögum Menntasjóð námsmanna og það kveður dálítið við nýjan tón í okkar málefnum. Mér dettur í hug kannski að byrja á því að leyfa ykkur að kynna ykkur og tala beint til stúdenta sem eru hérna komnir úr öllum háskólum landsins og sumir hverjir meira þess að utan landsteinana. Ef við byrjum kannski bara á þér, Logi. Já, bara komið í sæl. Ég heiti Logi Einarsson eins og kom fram og nýr ráðherra þessa málaflokks en einnig menningar og nýsköpunar og mér finnst afskaplega gaman að það hefur verið stigið það skref að setja þessa þrjá hluti saman. Einfaldlega vegna þess að við stöndum á svo margan hátt á tímamótum ef að Ísland, þetta fámenna land, ætlar að halda áfram, að skapa meiri verðmæti sem undirstaða þess að við getum búið okkur enn betra líf en við höfum, að þá verðum við bara einfaldlega að fara að fjárfesta meira í hugviti og byggja á kannski þessari einu náttúruauðlind sem óþrjótandi, sem heilinn á okkur. Og þess vegna munu háskólamálin skipta gríðarlega miklu máli í okkar vinnu næstu misserin. Mér finnst ágætt að vera hér og heyra í rauninni yfirskrift fundarins af því að það auðvitað algjörlega augljóst mál að það verður að hafa í huga námsmenn þegar við fjöllum háskólana. Og námsmenn verða að hafa sterka rödd þegar kemur að þróuðum. Við vitum það að ef við horfum á þessi 3 skólastig að þá liggjum við langt yfir meðaltali OECD þegar kemur að fjármögnun í grunnskóla. Við liggjum svona kannski í meðaltalinu þegar kemur að framhaldsskólanum en við höfum því miður ekki náða fjármagna háskólana með þeim hætti sem að svona ásættanlegt Það mun alveg taka tíma, ég ætla að vera alveg hreinskilinn með það, en við viljum sækja fram. Og það verður að gerast á tvennan hátt. Það verður auðvitað að gerast með því að styrkja fjármögnunar líkan háskólans, en það verður líka að gerast á þann hátt að við notum sem best út úr kerfin okkar og spyrjum okkur sífellt þeirra spurninga. Eiga skólarnir vera 7 í 370.000 manna landi, geta þeir verið færri. Svarið við því verður auðvitað dálítið að ráðast af því hvort við getum á sama tíma haldið þeirri sérstöðu sem í háskólasamfélaginu á Íslandi, tryggt mismunandi sjónarmið eins og til dæmis byggðasjónarmið eða ekki. Þannig að við höfum verið opin fyrir því að halda áfram þeirri skoðun sem hófst á síðasta kjörtímabili með sameiningu skóla eða samvinnuskóla, kannski ekki síður. En við höfum eins og sagt að þetta verður ekki gert bara til þess að ná fram hagræði. Mér finnst líka skipta máli að við eigum opið samtal það. Það eðlilegt að án bara djúps samtals verði námi stefnt yfir í einhverja grundvallarbreytingar, það að segja að nám verði sífellt meira og meira fjarnám á kostnað stafnáms.
Ég held að þetta bara spurning sem skiptir gríðarlega miklu máli, af því að háskólarnir eru dálítið merkilegt fyrirbrigði. Og þetta að verða kannski eina vinin í samtímanum þar sem að fólk getur helgað sig hugðarefnum sínum og þetta kannski verða eini staðurinn sem samfélag og getur verið að samfélag að minnsta kosti í allri jákvæðustu merkingu þess orðs. Og þess vegna held ég að það skipti máli að við leyfum ekki þróuninni að stýra okkur í einhverja áttir án þess að eiga allavega það mjög alvarlegar umræður. Ég hef verið mjög upptekinn af því að við förum í einhvers konar heildarendurskoðun á námslánum og það hefur verið rosalega gott að hafa Pál með í þessari vinnu sem við höfum farið í gegnum núna. Þar voru stigin skref sem voru ekkert annað heldur en bara viðbrögð við fáránlega vondu efnahagsástandi þjóðar, þar sem að námslán sem að voru hugsuð kannski til þess að búa námslánum betri kjör, urðu að einhvers konar, ég veit ekki, vogunarsjóðnæstiði, þar sem að ofurvextir gerðu miklu meira en að éta upp ávinninginn af styrknum og við þurfum bara að vera alveg heiðarlega í þessu samtali sem að við munum eiga við ykkur það. Íslenskt hagkerfi, það nægilega stöðugt til lengri tíma til þess að við getum búið til svona kerfi eða þá bara betra að vera með þennan fyrirsjáanleika sem að ég bjó við þar sem að var bara lán en það var hins vegar á mjög lágum vöxtum og til mjög langs tíma og þetta bara eitthvað sem að ég held að við verðum að eiga samtalum á næstu misserum og ég lofa ykkur því að ég mun alveg hafa jafn mikið samband við ykkur það, en það það eitthvað sem að snýra ykkur eins og við rektorana eða háskólasamfélagi í heild sinni. Mér finnst skipta máli að þó ég sé ekki að gera lítið úr því að vinnan getur göfgað og það getur verið ágætt að læra að vinna og námsmenn eiga að geta unnið á sumrin og þeir eiga að geta unnið með námi. Mér finnst það hins vegar ekki gott að við skulum búa í þann veruleika núna að fólk get ekki helgað sér námi ef það vill. Sumt nám krefst þess, sumar aðstæður eru bara þannig þær krefjast þess og sumir námsmenn vilja það og mér finnst að ef þeir vilja það þá eiga á það að standa þeim til boða. Annað auðvitað sem við verðum að horfa á að þetta auðvitað ekki hefðbundin lánastofnun, þetta auðvitað félagslegu jöfnunarsjóður og ef hann stendur ekki undir því, þá auðvitað stendur hann ekki undir markmiðum laganna. Þannig að það bara svona hlutur sem við þurfum að skoða. En ég auðvitað mun hlusta ekki síður heldur en að tjá mig vegna þess að ég ekki skólamaður í þeim skilningi að þó ég hafi gengið í gegnum háskólanám og þekki kosti þess og átti kannski mín yndislegustu ár, þá áttaði mig á því að það til annað fólk sem að bæði þið og skólafólki sem sannarlega getur leiðbeint okkur á þessari vegferð. Þannig að við lítum á okkur sem þjóna skólakerfisins, háskólakerfisins. Við höfum auðvitað skoðanir á því og munum hafa skoðanir á því, en við munum alveg vera opin og hlusta á okkur. Og bara gaman að fá að vera með ykkur og ég hlakka til að taka þátt í þessu tali. Takk. Við færum okkur þá yfir til Maríu. Já, hæ aftur og gaman að vera með ykkur hérna í dag og bara mikill heiður að fá að sitja með þessu góða fólki hér að tala þessi mál sem að mér finnst oft ekki fá næga athygli á pólitíska sviðinu nema kannski korteri fyrir kosningar. Ég hef oft verið að grínast með það að í nefndum þingsins, við erum með svona fastanefndir þingsins, það var til allsherjar og menntamálanefnd. Mér finnst það bara mjög einkennandi hvernig við lítum á menntamál, eins og það sé einhver afgangsstærð og ég veit að með þunga mála sem koma þangað inn, að það það oft svona hlutföllin eru yfirleitt meira í allsherjaráttina sem svolítið ekki beint tæmandi listi. Ég var, eins og kom hér fram áðan, formaður stúdentaráðs 2013 til 2014, það eru komin nokkur ár síðan og satt í háskólaráði Háskóla Íslands og
tók þátt í því að stofna LÍS og undanfarinn af því var LÍN-slagurinn svokallagi þar sem að við sóttum menntamálaráðherra þáverandi og Íslenska ríkið til saka fyrir það að hafa breytt námsframvindukröfum LÍN með mjög stuttum fyrirvara. Og þetta í stuttum máli endaði í flýtimeðferð fyrir dómi og við unnum málið 30. ágúst 2013 og því það sami dagur ég kynntist konunni minni. Svona manni þetta var frábært dagur og þannig að LÍS og stúdentarráð algjörlega samofið bara minni persónulegu tilveru vegna þess að ég var þarna í sigurpartí fögnuði vegna þess að við náðum þessum áfangasigri og ég sagði það hérna í morgun að daginn sem LÍS var stofnað á Akureyri 2. desember 2013, það dagurinn sem við konan mín fórum í Relay a Face sem var mikið skref þá skráði í samband á Facebook, það er kannski einhverjir sem muni eftir þessu Facebook-kynslóðin sko. En það önnur saga. Raddir stúdenta skipta bara öllu máli og að stúdentar taki þátt og eigi bara virka aðkomu að háskólunum og stjórnvöldum og við séum í þessu virka samtali. Við erum, þó svo að það séu 12 ár síðan ég var í þessum sporum, þá líður mér stundum eins og ekki mjög margt hafi breyst. Ég fylgdist núna aðeins með kosningabaráttu Röskvu og Vöku. Ég fór bara ekkert fram hjá manni og greið kona mín skráði í háskóla, ég held að hún hafi fengið svona 17 símtöl. Það önnur saga. En það svona keimlík umræða og orðræða hagsmuni og hvað það sem verið að lofa í kosningabaráttunni þá og þegar við vorum og mér skilst að við höfum verið að segja nákvæmlega sömu hluti og kynslóðan þar undan, eitthvað fleiri fjöltengi í Árnagarð og hitt og þetta en líka bara lánasjóðsmálin og kjör stúdenta. Og það þetta bara svona mikið áhyggjuefni að sjá hvernig lántakan hefur verið að fara niður og það þetta bara skýr skilaboð að stúdentar eru ekki að velja þennan valkost svo glatt vegna þess að þetta ekki að ná að fanga kannski þeirra þarfir. Og hvað gerist? Jú, allavega þeir sem ég þekki til fara þá að vinna frekar með námi og hægja á og veit svo sem ekki hvernig tölfræðin í háskólanum núna en hugmyndin var að reyna að gera þetta þannig að það væri með hægt að stunda nám eins og fulla vinnu, klára á tilsettum tíma, 3 ár pluss mínus og fara síðan í mastersnám eða meistaranám og þess vegna doktorsnám og þetta sé þessi svona hugmynd framvindu náms en því miður íslensku veruleiki meira þannig að við erum einhvern veginn að píska okkur í gegnum þetta. Grunnframfærslan í dag hvað? 240? Já, 240.000. Við vorum að berjast fyrir því fyrir 12 árum að koma sér upp í 250 og þeir sjá ég meina þetta staðan. Þannig að það og án þess að fara í einhver skotgrafir að það sé þessum að kenna eða þessum, þá held ég bara samtalið á milli þessar aðrar skiptir bara öllu máli. Þetta snýst fjármögnun, þetta snýst pólitískar áherslur, þetta snýst að fjárfesta í menntun og því það fjárfesting í mannauði og sérstaklega ég ætla líka að henda einni heitir kartöflu inn að ég held að þessum tímum þegar við þurfum að vera svolítið gagnrýnin og stunda virka og gagnrýna hugsun og þá held ég að háskólasamfélagið hafi jafnvel sjaldan verið mikilvægara en akkúrat nú. Það þar sem maður lærði að hugsa á gagnrýninn hátt og út frá ólíkum vinklum og byggt á gögnum og svo framvegis. Það þessi grundvallarstoð sem maður lærir í háskólanum og við ættum svo sem að læra miklu fyrr í skólakerfinu. En já, það svona kannski mín 2 cent inn í umræðuna. Takk fyrir þetta, María. Þá færum við okkur yfir til Silju Báru. Já, takk. Heyrist í okkur? Þetta hérna? Já. Þetta streymið. Ok, þarna. Já, ok. Maggi segist heyri í mér, þá hlýtur þetta í lagi. Takk fyrir boðið. Það eru 3 mánuðir í taki við embætti, þannig að það svona, þetta smá frumhlaup að vera hérna. En mjög gaman að fá tækifæri til að koma og heyra bara á eftir vonandi hvað brennur á ykkur. Það sem ég lagði mest áherslu á í mínu framboði eru 2 hlutir sem hafa komið hérna fram nú þegar. Það annars vegar að háskóla samfélag og það það sem við þurfum að leggja upp úr og rækta saman. Og það helgun stúdenta og starfsfólk og þetta skiptir gríðarlega miklu máli og það kallar á það að stúdentar geti verið í námi meðan þeir eru skráðir í háskóla.
Það þurfi ekki að vera, og aftur ég sjálf vann alltaf mikið með námi og finnst það bara alveg sjálfsagt að fólk vinni, en það þarf að vera þannig að það sé hægt að vinna minna en fulla vinnu og helst þá vera með bara eitthvað svona aukastarf samhliða því að vera í fullu námi. Þannig að vegna þess að það bara hefur áhrif á, það hefur áhrif á sko ánægju stúdenta, það hefur áhrif á námsárangur og það hefur áhrif á hvað þau uppskera úr náminu og það hefur líka gríðarlega áhrif á gæði vinnunar okkar sem að störfum við að kenna og rannsaka í háskólum. Þannig að bara hagsmunir stúdenta og hagsmunir háskóla og það eitthvað sem ég mun leggja mig fram að halda á lofti og virða sem rektor að standa með stúdentum í þeirra hagsmunabaráttu og ég bara óska þess að þið minnið mig á það ef maður einangrast inn í aðalbyggingu og missir sambandið að þá það ykkar verkefni að halda þessu vakandi. Þetta skiptir líka máli vegna þess að við stöndum auðvitað á bara ótrúlega skrýtnum tímum í mannkynssögunni. Það verið að grafa undan þekkingu. Það skiptir máli að við séum inn í samtali þar sem við erum með gögn og upplýsingar og við tökum saman ábyrgð á því að koma gagnreyndri þekkingu inn í samtali í samfélaginu þar sem að mjög oft verið að grafa undan eins og bara loftslagsvísindum og halda því fram að eins og frasi sem kom vinsæll í bandarískum stjórnmálum að mín skoðun jafngild þinni þekkingu og það náttúrulega okkar ábyrgð að halda þessu á lofti. Síðan það auðvitað fjármögnun háskólastigsins sem að skiptir máli og gleður mig að heyra að Logi deilir þeirri skoðun að það sé vanfjármögnað og við munum örugglega mörg samtöl á næstu árum það. En það annars vegar náttúrulega rekstur háskólanna og starfsemi þeirra og síðan það kjör háskólastúdenta sem eru þar undir og rannsóknir og nýsköpun auðvitað líka sem fyrir utan háskólana. Þannig að þetta verður stórt verkefni og skiptir gríðarlega miklu máli að við ætlum að vera samkeppnishæf í samfélagi þjóða að við höfum sterkan grunn og við þurfum ekki að leita of eftir fjármagni, sérstaklega kannski hjá einkafyrirtækjum sem hafa ákveðna hagsmuni því að tilteknir hlutir séu rannsakaðir og við sjáum það svona eitt af því þó að sjóðir eins og Rannís hafi raunvirði þeirra hafi lækkað verulega á síðustu árum, þá einn kostur við það að við getum sett inn það sem við viljum rannsaka á meðan að stóru sjóðirnir sem í boði til dæmis hjá Evrópusambandinu að þar mjög stýrt hvað það sem æskilegt að rannsaka á hverjum tíma og það ekkert alltaf, þar standa ekki allar fræðigreinar jöfnum fótum, þannig að þetta eitthvað sem að skiptir líka máli að við séum með opinbert fé sem að leyfir okkur sem fræðasamfélagi að koma með okkar hugmyndir þannig að það spretti úr grasrótinni hvað það sem við viljum rannsaka. Síðan auðvitað ýmsir aðrir þættir sem að skipta máli og við þurfum að horfa á og það aðgengi ólíkra hópa þegar við erum að ráðfæra okkur við stúdenta, við séum að tala við stúdenta sem breiðan hóp, ekki þröngt skilgreindan hagsmunahóp. Þannig að við heyrum í stúdentum bæði á landsbyggðinni, að við heyrum í stúdentum sem að eru þurfa að reiða sig á menntasjóðinn, búa ekki við sömu efnahagslegu kjör og aðrir, þau sem að búa við fötlun, að við séum aðgengileg sem samfélag og sem bara sem físískt samfélag, að það sé hægt að komast inn í byggingarnar, að við bjóðum upp á eitt af því sem að til dæmis Samtökin 78 hafa gert fyrir löngu síðan þau eru með myndbönd af öllum rýmum sem þau nota. Þannig að fólk sem að koma, það getur séð þau fyrirfram og velt fyrir sér, ok, já ég þarf að koma inn hérna megin eða svona hljóðvistinn og við sem háskóli sem að eru með fullt af fólki sem að með bæði sýnilegar og ósýnilegar fallanir, við erum langt á eftir í þessu og þetta eitt af því sem að mér langar að byrja á að við gerum öllum ljóst bara hverju með að búast þegar við komum inn í háskólan. Þannig að bara að taka á móti ólíkum hópum, ég held að þetta skipti gríðarlega miklu máli. En mér langar líka bara fyrst og fremst að fá að heyra frá ykkur hvað það sem að þið viljið, þannig ég ætla ekki að hafa þetta lengra, en bara ítreka það að ykkar hlutverk að halda okkur sem stjórnum við efnið og hvetja ykkur til þess að vera dugleg við það.
fyrir þetta, Silja. Og þá það Páll áður en við opnum fyrir spurningar. Já, takk fyrir og takk sérstaklega fyrir að bjóða mér sem fulltrúi Menntasjóðsins sem að ég hætti hjá Fangelsisdómstól til þess að hætta að vera rótað síls en ég sé ég þess að ráðinn inn í ákveði verkefni og verkefni eftirfarandi. Það kemur út skýrsla í lok nóvember 2023. Skýrslan áfellisdómur yfir Menntasjóðskerfinu. Hann ekki að virka sem félagslegu jöfnunarsjóður, það þarf að greina það og ég var fenginn inn í hóp góðs fólks meðal annars Söldru sem hérna úr háskólaráðuneytinu til þess að fara í þá greiningavinnu og þetta í sjálfu sér engin geimvísindi. Þessi í skýrslunni kemur meðal annars fram að 30% styrk getur þú fengið ef þú ferð strax í rétt nám og þú þarft ekki að skipta nám á leiðinni, nærðið á réttum tíma og hverjir gera það? Jú, það það helst þeir sem eru með gott og sterkt félagslegt net í kringum sig og hafa allan tíman í heiminum til þess að helga sér námi, meðan aðrir sem kannski eiga erfiðara vik að þeir þurfa hugsanlega að vera lengur í námi, ergo kerfið ekki að virka sem félagslegt stuðningsnet. Gamla kerfið, ríkið vill styðja námsmenn í gegnum námslán, það liggur fyrir. Í gamla kerfinu var þetta einfaldlega þannig, það var gert í gegnum engavexti, 0,4% vexti og 1% vexti og mjög langan endurgreiðslutíma. Það var ákveðið að gera það ekki lengur vegna þess að það þótti ósanngjarnt þegar fólki sem var lengi í námi græddi meira heldur fólki sem var stutt í námi. Þannig að það var tekin algjör uppeyja, þannig að fólk var pínt til þess að keyra þetta á fullum afköstum gegn því að fá þennan styrk, en styrkin fengur sem bara þeir sem þurfti ekki að hugsa sig eða ná þessu. Það auðvitað blasir við að það þarf að rétta það af. Það hægt að fara í allsherja endurskoðun eins og Logi hefur talað en það þurfti að leiðrétta þetta kerfi eins og skot. Þannig að það alveg algjör grunnforsenda að styrkurinn skili sér. Stuðningur ríkisins þessi styrkur, hann þarf að fara til námsmann, punktur. Og Logi lagði fram mjög gott frumvarp núna sem leiðréttir þetta að hluta til. En í þessari skýrslu kom hins vegar annar var mjög sakleysislegt minnisblað aftast í skýrslunni frá fjármálaráðuneytinu. Og ef þú lest það þá kannst þú séð að það yfir 30 milljarðar af lausu fé inni á Menntasjóðnum út af ýmsu. Og á sama tíma ríkissjóður að fjármagna sig með alls konar lántökur sem eru óhagstæðar, þá þurfti samhliða að vinna þessa vinnu. Og hvers vegna ég nefna þetta? Vegna þess að við gátum ekki svarað hvað kerfið kostar núna. Og til þess að okkar ágæta stjórnmálafólk geti tekið ákvarðanir, þá þarf það að vita hvað kostar kerfið núna ef ég hækka styrkinn 5%, 10%, 15%, hvað mun það kosta? Hvað kerfið í dag að kosta per nemenda? Það var ekki hægt að reikna þetta. Vegna þess að þetta var bara rekið saman, LÍN og nýi Menntasjóðurinn og við þessu þurftum bregðast. Við erum búin að því. Við erum að endurgreiða, það verið að greina kerfið þannig að við gátum sagt, ekki við, ráðuneytið og Menntasjóðurinn gátum sagt og heyrðu, ef þú ákveður að borga bara einu láni í einu, þá kostar það þetta. Þetta getum við gert núna og í framhaldinu, þegar þið farið þessa góðu framhaldsvinnu, þá þetta skapalón til. Þannig að styrkunum þarf að skila sig, það að gerast núna. Það þarf að passa og sérst, það svona yfirgangstími, þar sem þú veist með kannski fólk með gamla lánið, í gamla kerfinu og nýja. Í ákveðnum tilvikum þurftu að borga bæði í einu. Það ekki nóg með að séu okkur okurvextir á nýja kerfinu, þetta þurftu líka greiða gamla kerfinu. Þannig að það þurfti að bregðast við þessu. Þannig að það eru fjármálin, þau liggja fyrir. Það þarf að passa upp á endurgreiðslubyrðina og það þarf að passa upp á styrkurinn sem eiginlegur stuðningur ríkissjóðs. Hann skilir sig til allra, eða nánast allra nemenda sem klára. Í fjórða lagi sem mér finnst vera líka mjög stórt atriði, það það að fólkið, að samfélagið skynji Menntasjóðinn ekki sem óvin. Heldur skynja hann sem bara part af kerfi sem hefur sama markmið og stúdentar og samfélag heild sinni. Það að segja að stúdentar geti verið í námi, óháð efnahag og þau fái búið við mannsæmandi kjör, ekkert alltaf góð, en mannsæmandi kjör. Þannig að þau geti farið í gegnum námið vegna þess að við græðum öll á því sem samfélag endur. Og þessi tankarpungur veit ég að hjá starfsfólki Menntasjóðsins. Og hann hjá mér, ég alltaf í þessu tímabundisverkefni, en ég held þess að komið með fókus á það sem á að gera. Logi að leiða þetta verkefni núna áfram. Hann keyrði þetta áfram. Ég bjóst eftirlega að hann vildi eitthvað aðeins kannski taka pásu og skoða þetta aðeins betur. Hann keyrði þetta áfram, bætir í og þetta nýja vaxtaviðmið mun skárra en þetta gamla, ekki sama geðveikin, en hugsanlega þarf að gera betur þar. En allavega núna erum við með allar forsendur til þess. Þannig að þetta það sem ég vildi koma að.
Takk fyrir þetta, Páll. Það er músík í eyrum mínum og örugglega fleiri stúdendafulltrúa að heyra viljan til þess að taka á þeim vandamálum sem við höfum kannski verið að tala hvað mest í fleiri ár. Að finna einhvern veginn meðbyrinn og finna að það er raunverulega eitthvað að breytast. Ég ætla að opna fyrir mælendaskrá. Ég bið ykkur bara að rétta upp hönd sem vilja byrja. Maggi og svo Halldór og svo, já. Þetta er ekki eitthvað sem að... Nei, við erum með Öglu frá Bifröst á mæknum, Maggi og svo Halldór. Og endilega segja úr hvaða skóla þið eruð. Hæ, þetta er Maggi, ég nota fornafnið hann og kemur Háskóla Íslands. Ég er svona að velta fyrir mér, núna er verið að fjármagna byggingar Háskóla Íslands með spilafíkn og við vorum að tala fjármögnun hérna áðan, eða þið voru að tala fjármögnun áðan og ég velti fyrir mér hvort að sé pólitísku vilji til þess að fasa út þessa fjármögnunarleið og að tryggja að það komi þá fjármagn í staðinn til þess að sé hægt. Ég get alveg byrjað að svara þessu. Sko, þetta er bara alveg frábær spurning og auðvitað eigum að velta því fyrir okkur sko hvort að við eigum að byggja sko á slíkum grunni. Og við höfum svo sem ekkert endilega nota okkur nákvæmlega skoðun á því, en ég held við ættum líka að horfa á það að Háskóli Íslands er eitthvað bara einn af opinberu háskólum í landinu, en það er eins og svo eini sem að getur byggt sitt húsnæði á grundvelli þessara gömlu happdrættispeninga. Aðrir þurfa að fara miklu flóknari leiðir að því. Ég átta mig á því að væntanlega hefur háskólinn gert plön einhver 5 eða 10 ár fram í tíman og við hróflum ekki við því á meðan. En ég held að við ættum bæði í ljósi þess að þú nefnir og auðvitað bara líka í ljósi þess hvernig Háskólinn Íslands getur fjármagnað sínar byggingar. Bara skoða það hvort við eigum ekki að taka eitthvað annað kerfi þar sem allir skólarnir í rauninni byggja bara á sama grunni. Ég held að þetta hafi verið mjög skynsamleg leið á sínum tíma en þetta er mjög sérstakar aðstæður þegar aðrir opinberir háskólar þurfa að fara einhverjar allt aðrar leiðir heldur en Háskóli Íslands þegar þeir eru að byggja upp. Og þá í leiðinni getum við alveg tekið umræðu þetta siðferðilega álitaefni. Silja, viltu? Já. Svara þess aðeins. Ég get ekki talað pólitíska viljan nema ég get sagt að bara persónulega þá myndi ég kjósa að þetta væri ekki leiðin sem við höfum, en við erum sett undir þessi lög og spilakassarnir voru þetta er náttúrulega, það eru ýmis mál sem er fjármögnun. Rauði krossinn er skuldbundinn til að veita aðstoð hinu opinbera í neyðarvörnum og hefur þess vegna leyfi til að reka spilakassa. Landsbjörg er líka inn í þeim spilakössum og fær líka að selja flugelda sem ég held að eftir 50 ár þá munum við horfa tilbaka og segja hvernig datt fólki þetta í hug sko. Bara út frá umhverfissjónarmiðum. Og síðan erum við með happdrættið sem að var eina fjárhagslega happdrættið sem var leyfilegt, en spilakassarnir sem eru mun meira fíknivaldandi heldur en það að kaupa sér happdrættismiða eins og var fyrir 50 árum eru nútíma vandamál og eru eins og þú nefnir ekki fíknivaldandi. Þannig að auðvitað ættum við að skoða hvort að við viljum vera með þetta, en þá þurfum við að fá einhverja aðra fjármögnunarleið. Það hefur verið lengi í umræðunni að setja upp svona það sem er kallað spilakort, þar sem fólk þarf að skrá kennitöluna sína og skrá hversu miklu það er tilbúið til að veðja á sólarhring eða mánuði og þá er þessu stýrt miklu meira. Leið og það gerist að þá hrynja tekjurnar af þessum kössum. Þannig að við þurfum þá líka að horfa ef við ætlum að fara þá leið sem er svona skaðaminnkunar nálgun, að þá þarf að koma samtali hvernig á að fjármagna byggingar. Og síðan auðvitað er þetta eins og Logi nefnir, það eru ólík aðstæði hjá ólíkum háskólum. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að koma okkur út úr. Rauði krossinn í Noregi hætti að vera með spilakassa, það var settur upp svona endowment, svona sjóður sem að í raun og veru vextirnir af honum
koma í staðinn fyrir þær tekjur sem að Rauði krossinn missti við það. Þannig að það eru ýmsar leiðir færar en þær kosta auðvitað peninga og við þurfum að taka samtal um það. Halldór, varstu næstur? Hæ, ég heiti Halldór og er hjá Háskólanum á Bifröst. Nú hérna maður spila því Logi. Sko, í fyrra þá voru felld niður skólagjöldin. Þannig nú erum við bara með skráningagjöld. Það er nemendafjöldin, hann fór úr ca. 600 upp í ca. 1700. En við fáum ennþá bara styrk frá ríkinu upp á 600 nemendur. Og munum gera það næstu 3 árin. Þú veist það, þannig að þú veist, okkur vantar peningir raun og veru. Hvernig myndir þú leysa það fyrir okkur? Já, leysa það fyrir ykkur? Já. Það er þið sem takki ákvörðun að hætta að taka skólagjöld, skólinn, ekki þið, en þetta er forsvarsmenn. Og það lágu auðvitað fyrir að þetta myndi gerast. Og það kemur auðvitað bara fram í gögnum frá skólanum að skólinn áttaði sig á því að þetta gæti gerst. Þannig að, og ávinningurinn kæmi kannski fram eftir 3 ár. Og í rauninni svona kalda svarið þessar spurningu er kannski að segja skólinn, ef hann vissi að þetta yrði erfið 3 ára tímabil, þá átti hann að taka það með í reikninginn þegar hann tók þessa ákvörðun og verður þá bara að brúa bilið sjálfur. En svo erum við öll alltaf að vilja gerð til þess að reyna að mæta vanda sem getur komið upp og við höfum sagt það, við erum tilbúin til þess að ræða það hvort að við getum fjölgað eitthvað nemendagildunum. Já, eða þú veist, já. En við getum ekki kannski gengið alla leið, af því að við skulum alveg gera okkur grein fyrir því að í þessu eins og svo mörgu öðru, þá erum við með bara pott, stóran pott með tiltekinu upphæð inni og breytingar hjá einu skóla hafa áhrif á aðra skóla líka. Þannig að það verður auðvitað alltaf að fara einhvern meðalveg í því og gæti einhverja sanngirnis. Já, en þú veist, það mér finnst það pínu svona ósangirni að það skulle vera tekið 3 ár aftur í tíma nemendafjöldin. Þú veist, þeir eru konum með 1700 manns í skóla í staðan fyrir 600. Það segir sér sjálft að þú þarft meira fjármagn. Það er svolítið svona öfugsnúið að það skulle vera svona langt og ég skil alveg 1 ár tilbaka í tíman. En 3 ár, það er svolítið mikið. Já. Þetta er auðvitað hlutur sem við erum meðvituð og við höfum verið í samtali við skólan, en þetta er ekki svo augljóst að ráðuneytið eigi bara að greiða fyrir alla þessi 16 nemendur. Það er þá bara að bitna á öðrum skólan líka. Þannig að þetta er bara því miður, stundum er erfitt að geta ekki sagt. Já, það er heldur ekki fyrir alla stúdenta sem eru þar skráð. Nei, en svolítið magna þú veist, Háskóli Íslands sem er 10 sinnum meiri nemendur heldur en Háskólann á Bifröst, en 40 sinnum meira fjármagn. Ofan á það kemur happdrættið. Þú veist, er eitthvað svona sanngirni í þessu milli skóla á Íslandi eða er bara Háskóli Íslands svona aðal í forgangi þannig að segja? Ekki í forgangi, ég held að við séum alltaf að reyna að leita leiða til þess að vera eins sanngjarn og við getum og skólakerfið og aðkoma stjórnvalda að skólakerfinu og fjármögnunarlíkaninu er ekkert eitthvað sem er greift í stein. Við erum bara núna erum við að skoða hvernig við getum lagað þetta nýja fjármögnunarlíkan sem hafa sett upp fyrir nokkrum árum. Þetta er bara í stöðugri þróun. Nei, það er ekki þannig að við segjum að einn skóli eigi að njóta einhverja betri kjara en aðrir. Já, allavega ekki einhverja algjöra forréttinda. Nei. En þú veist, þetta verður bara að leysast bara með einhverju jafnvægislist. Við færum okkur yfir í næstu spurningu. Það er Nanna Hermanns. Ekki svona. Hérna, er þetta í lagi? Ég er svo tansi yfir þessum hljóðnum, sko. Það eru okkur hérna. Svo ég er svolítið hás. Já, tekið eftir ég, hvað gerast það? Nei, sko, ég er veik, þetta er ekki út af því. Hérna, það er bara svona, eiginlega ekki spurningu kannski beint, en að tala lánasjóðsmálin. Og það er voða gott að hafa ykkur báða, af því að það sem að
Ég er semst lánasjóðsfulltrúi. Hæ, ég heiti Nanna, ég er lánasjóðsfulltrúi Sýni og hef mjög mikinn áhuga á lánasjóðsmálum. Og það er voða gott að hlusta á þessa eldraði frá þér hérna áðan og líka þá sem hann hélt hérna, hvað var ekki, fulltrúarráðsfundur hjá LÍS? Jú. Já, þú veist, og það er bara, ég finn rosa mikla breytingu í viðhorfi í stjórninni, hvað varðar þetta að sé meira samtal, finn það líka í pólitíkinni og hérna, í rauninni það sem ég myndi segja er bara, það er rosalega gott eftir mjög mörg ár þar sem við erum búin að leggja mikla vinnu í að leggja fram að okkur finnst sanngjarnar, skýrar, úthugsaðar kröfur að fá frumvarp sem ég ætla ekki að segja að það sé alla leiðina, skiljiði, en það er rosalega stórt skref í áttina að nákvæmlega því sem við erum búin að vera að tala og að hafa verið að tala þessu máli svona mörg ár og að finna loksins að það sé verið að hlusta bara ofboðslega mikilvægt. Það þýðir ekki að við séum hægt að vera leiðileg, sko, en þetta bara mjög mikilvægt að við finnum það alveg að það verið að hlusta á okkur, skilji, og það rosalega gott. Það annars vegar lögin, þetta eitt og fyrsta skref þar sem mjög gott. Hitt úthlutunarreglunar og ég hef talað við Pál að þær eru svolítið pínu að hluta til ástæðan fyrir að fólk lítur svona á lánasjóðinn, að hann sé svona vondur, eða þú veist, að fólk þorir ekki að skuldbinda sig við sjóðinn þegar treystir í ekki hvernig það verður. Og það held ég að byggja mjög miklu leyti á því að við erum búin að, nýlega í stjórninni, en hérna búið að vera að setja plástra endalaust. Það var verið að taka, við þurfum að bregðast við þessu, við þurfum að eitthvað, fjárhæðir eru uppdeitar mjög randomli milli ára, þú veist, þetta kaos og það engin leið að skilja, sko, fyrsta leið engin leið að skilja það, engin leið að fara eftir því. Þannig að það rauninni að spurningunum sem að kannski meira beinast af því en ég er að útskýra þær eru tvískiptar. Annars vegar, hvernig sérðu fyrir áframhaldandi, þú veist, umræður breytingar á lögunum? Hins vegar það eitthvað sem að þú sérð fyrir þér að leggja áherslu á að þetta sé bara kannski pínu tekið, þú veist, sko, þessi úthlutunarreglu hluti af þessari umræðu sé kannski bara tekin svolítið fyrir og það sé bara gefin svolítið tími í að ræða þetta og skoða þetta og hvað þarf að laga í staðinn fyrir að, þú veist, það sé stjórn sem hittist öðru hverju og segir, heyrðu, þetta þarf eitthvað að laga, þú veist. Hætta með þessu plástra. Já, sko, takk fyrir þetta. Og ég held að fyrsta atriði sem við þurfum að velta fyrir okkur, það er að komast að því hvort við teljum að lánasjóður námsmanna þurfi að vera algjörlega sjálfbær. Eða með hvað hætti ríkið ætlar að koma og fjárfesta í menntun, verðmætasköpun fram til landsins. Ég hef ekkert svarið því hver niðurstaðan þar verður, en það finnst mér á grundvallar spurning, vegna þess að á því byggir í rauninni algjörlega hverju möguleikar okkar eru upp á framhaldi. Ég held að heildarendurskoðun þurfa að fara fram og þar þurfa allir að eiga sæti við borðið. Við þurfum líka að draga inn hagfræðinga og fólk sem er svona betri en við flest til þess að sjá svona fram í tíman hvernig efnahagur þjóðarinnar getur þróast og er líklegur til að þróast vegna þess að þó að þessum breytingu síðast hafi verið komið á með mjög góðri hugsun og skynsamlegri og reynt að nálgast sko Norðurlöndin þar að þá kom það bara á daginn að þær væntingar að við værum að sigla inn í einhvert áratuga lágvaxta tímabil reyndust ekki réttar og fyrir vikið fær fólk þetta í hausinn með þessum harkalega hætti. Má ég skjóta inn hér að stúdentar voru samt búnir að nefna allt þetta sem allt í einu að koma í ljós. Og ég veit að, þú veist, það er ekki on you sko, en bara... Ég er ekki að kenna heldur neinum þetta, ég er ekki að kenna neinum og það er ekki til þess skaks að kenna neinum þetta. Þannig að ég held að þetta skipta alveg máli. Með þetta í huga verðum að fara út í þessi heldur endurskoðun.
Við eigum bara að leyfa okkur að vera nú opin til þess að segja að það verður bara komið ljós hvort að ný heildarlög verða lagfæring á þessu líkani sem við erum með núna, eða eins og ég sagði áðan, hvort við höfum bara hreinlega að segja hitt var bara fyrirsjáanlega. Ég meina, það er eitthvað galið við það ef við tökum nánast allt í samfélaginu að þá hafa hlutirnir batnað síðustu áratug. Lífeyriskerfið, vinnulöggjöfin, allt þetta hefur batnað svona, ekki nóg rætt kannski en það hefur batnað. Ef ég tek mína fjölskyldu og tek mig, konuna mína sem var 10 ára seinna í einu ár og strákið minn sem er íbúinn í námi, þá var ég á bestu lánum. Hún á aðeins verri og hann á langt vestu. Og það er eitthvað mjög galið við þetta og eitthvað mjög rangt við þetta því að okkur ánáttúrulega takast að sýna einhverja framfæri í lánamálum námsmanna eins og í öðrum hlutum í samfélaginu. Varðandi úthlutunarreglunar, það hefur bara verið rosalega gott að sjá með hvaða krafti Páll hefur komið inn og aðstoða okkur og er alveg lykilmaður í því að við höfum bæði geta komið inn með þetta frumvarp ásamt Söndur og fullt af flottu fólki í ráðuneytinu, en líka í samræðum úthlutunarreglunar. Og við vitum að það er margt í úthlutunarreglunum sem þarf að laga. Við þurftum hins vegar að klára þetta bara mjög hratt. Þær fóru svona inn eins og þær fóru, en við ætlum líka að breyta þeim fyrir næsta ár. Halda okkur við Menntasjóðinn. Ég heiti Sindri. Ég er nemandi við Háskólann í Glasgow og er hérna fyrir hönd íslenskra námsmanna eða stúdenta erlendis. Ég ætla aðeins að spyrja svona sveigjanleika gagnvart nemendum erlendis. Nú eru skóla árin alls konar og við fáum mjög reglulega inn á okkar borð hjá Sýne alls konar svona ósveigjanleika frá Menntasjóðnum sem er bara mjög erfitt að leysa. Og ég ætla bara að taka dæmi frá mér persónulega að ég fekk ekki restina af skólagjaldalánunum mínu fyrir en ég skilaði inn einkunnunum mínum. En ég fekk heldur ekki einkunnuna mínar fyrir en ég borgaði inn önnuna úti. Hvað ger ég í millitíðinni? Hvort það sé eitthvað svona viðhorf að breyta, að vera með eitthvað meiri sveigjanleika gagnvart námsmönnum erlendis? Já, sko þetta er alveg sturlað ástand, sko. Ég hef staðið saman því að sitja á skrifstofur og velta fyrir mig tengslum eitthvað sem við í landið, sem ég þarf að meta út frá úthlutunarreglum sjóðsins. Þetta er alveg fáránlega flókið. Já, þetta er í mínum huga frekar einfalt, sko. Það þarf bara að taka ákvörðun það, núna þegar við vitum hvað kerfið kostar, hvað þarf í framfærslu. Og við þurfum að taka pólitíska ákvörðun það, hvað máttu vinna mikið með námi án þess að skerða framfærslu. Og svo þurfum við bara að setja almennar reglur fyrir nám í útlöndum sem uppfyllir einhverja alþjóðlega staðalögum að viðurkennt nám, að það er bara að greiða þessu upp að punktur basta. Það er ekki svo við séum að útluta ölmusu, þið eru að borga alveg ríkalega vext af þessu, hvort sem 4% verðtryggð eða 9% óverðtryggð. Þannig að þær eru bara svo þetta er bók, þetta er heil bók á hverju vori sem við prentum bara, þetta er eins og Guðmundsbiblía, sko. Það er ógeðslega flókið að skilja þetta, en málið er starfsfólkið er að vinna eftir reglum sem er búið að svona ýta eitthvað við, og það er alveg satt sem við komum fram að það hefur ekki verið gegnsætt í hvernig tölurnar hækka milli ára. Það er það núna í fyrsta sinn. Það kom ungur hagfræðingur, þrælklár hérna með mér, ég kann ekkert í þessu, sem að bara segja ok, við miðum þetta neysluvísitölu og svo framvegis, þannig að það er fyrirsjáanleiki allan. En svo þarf þess að vera ákveða grunninn, hvað ætlum við að hafa þetta hagt? Og þetta flækist við þannig, ég hef alveg heyrt af þessu og ég klóra mér á hausnum en þá er mér bara bent á af góðu fólki sem vinnur þarna, já en það segir að það þurfi samkvæmt reglunum að skila þessu. Og það er svolítið svona að computer says no, en þetta er bara partur sem þarf að endurskoða og ég er alveg sammála þessu, þetta er ekki gott. Má ég aðeins prjóna við umræðana því að þetta er líður sem sé komin 12 ára aftur í tíma. Sko, ég finnst stundum, Ég er 44. Þetta er 30 hjá mér. Ég er ennþá í útliðarhreyfingu, sko, bara svo þessi setna til í mæ. Það var með hent út. En ég held að lánasjóðurinn sé klassískt fórnarlamb þess að við erum hér með 4 ára kjörtímabil. Og á hverju einasta stjórnarskiptum sem hafa svo sem verið frekar tíð og ör upp á síðkastið hefur nýr menntamálaráðherra ætlað að setja sitt
mark á sjóðum með tilheyrandi bútasaumi og svo kannski kemur eitthvað frumvarpsdrög í lok kjörtímabils. Ég veit að Katrín Jakobsdóttir var til þess langt komið með frumvarp 2009-13, það náðist ekki í gegn og hvað gerist? Illugi Gunnarsson tekur við, hann ætlar að fara einhverja allt aðra leið og stúdentar hafa síðan setið við borðið með öllum þessum fínu ráðherrum og einmitt klóra sér hausnum yfir því hvernig á að útfæra hitt og þetta og jú, þá kom hann að heildarendurskoðun sem var svo sem í trássi við athugasemdir stúdenta á þeim tíma og svo búið að stagbæta það einu sinni og núna tvisvar. Þú veist, þetta náttúrulega ekki boðlegt að sko fyrirsjáanleikinn í kjörum stúdenta sé svona. Og ég man að þegar ég var að taka við stúdentur á sínum tíma, það voru stjórnirnar pólitískt skipaðar, ég veit ekki hvernig það í dag, og það var svona keppikefli í að bara setja eitthvað svona pólitísk fingraför á lánasjóðinn. Þetta félagslegur jöfnunarsjóður, þetta til þess að við getum lifað af svona háskólanámið einmitt með sómasamlegum hætti og ég hef miklar áhyggjur af þessum fyrirsjáanleika og jú, ég styð alveg heildarendurskoðun og ég held að við þurfum virkilega bara að taka samtali og hvernig ætlum við að hafa þetta og endilega frábær hugmynda við Íslendingar séum alltaf að finna hjólið sko. Það eru til bara mjög góðar útfærslur, Noregur eru dæmi bara fínt kerfi, Danmörk síðan með annað kerfi, þú veist, svo búum við auðvitað við íslenskt hagkerfi. Það kannski breytan sem að, þú veist, hefur kannski okkur pínu áhrif, ég veit ekki. Þannig að þú veist, þetta bara skemmtilegt viðfangsefni núna að taka þetta samtal áfram og ég hef mikla trú á þeim hópi sem situr hér og þeim hópi sem situr hér að halda því samtali gangandi. En guð minn góður getum við ekki farið út í þú veist, við þurfum að bara koma á einhverju kerfi sem að við getum verið sátt við, vonandi þannig að börnin mín, yngsta dóttir mín var 2 ára í gær, þú veist, við getum sett það sem markmið að þegar hún fer að taka námslán, að þetta verði komið í sómasamlegt horf, því að þetta náttúrulega bara búin að vera umræða bara í einhverja, veit ekki, áratugi allavega. Og fyrirsjáanleikinn hér lykilatriði, sko, að maður viti hvernig maður gengur að. Birgir, ég er búinn að tala alltaf mikið, má ég skjóta tvennu hérna, sko, ég er alveg sammálinni, sko, í fyrsta lagi þá tel ég bara nauðsynlegt að fara í heildarendurskoðun vegna þess að við þurfum eiginlega bara að taka afstöðu til þeirra grundvallarspurningar. Er það námsmaðurinn sem á að taka áhættuna af sveiflunum í efnahagskerfinu eða er það ríkið sem á að gera það? Það er svona bara stærsta ástæða. Í öðru lagi er það sem mjög gott að stjórnvöld komi með grundvallar breytingar, hvort sem það heita veiðigjöld eða námslán, með strax á kjörtímabili, þannig að kjósendur hafi þó það lýðræðislega val að geta kosið stjórnvöldin burt ef það reynast vera ólög. Já, ég vona að við hættum að finna upp verra og verra hjól í námslánamáli. Það er að finna bara hjól sem virkar. Já. Íslendingar hafa svo mikið notaðanum í 130 ár. Mín kynslóð kvartaði mjög mikið yfir 1%, sko. Já, einmitt. Það er hæðilegt. Þannig finnst okkur grasa alltaf að beina veginn. Einmitt. En ég meina 0% overtryggt var þetta betra. Já, einmitt. Við bara börðumst fyrir að það væri eitthvað vaxtaþak á þessum nýju námslánum. En okkur var sagt að færa aldrei yfir 9%. Ísland var lágvaxtalán. Já, árið 2020. Þetta var mjög næst tími. Já. Þessi 10 mánuðir eða svo. En ég kannski... Þessi lög voru samþykkt, akkurát. En við kannski spyrjum ykkur einnar spurningar að lokum. Má ég vera með upprétta hendi? Já. Ok, ein spurning frá Lilju. Já. Ég heiti Lilja Margrét og ég er gæðastjóri LÍS, en ég er líka stúdent við Háskólann á Akureyri og stúdentafulltrúi í háskólaráði. Og þema okkar er þáttaka stúdenta. Og mér langar bara að lesa fyrir ykkur post sem ég var að fá núna klukkan 15:28. Hann heitir HA og Bifröst fréttir. Og þar er verið að fjalla að nýr verkefnastjóri sameiningarviðræður hafi verið ráðinn. Hann fór og hitti fólk, ekki mig reyndar, og átti góð samtöl við þau. Og þar var skipað í stýrihóp verkefnisins. Og fyrst í postnum er sagt aðkoma, samráð og upplýsingagjöf til starfsfólks og stúdenta verður tryggð í gegnum allt ferlið. En í stýrihóp eru rektorar beggja skóla, mannauðsstjórar og sviðsráðsforsetar.
engir stúdentar. Mér langar bara að spyrja ykkur, eða aðalega kannski þig, Logi, hvað skoðun þú hefur á þessu og líka þú, Silja, bara, af því að við sjáum það ótrúlega mikið bara í alþjóðlegu samhengi að þátttaka stúdenta á undanhaldi. Þannig að ég persónulega mjög miklar áhyggjur af þessari þróun, burtséð frá minni efnislegu skoðun sameiningu þessara háskóla, þá finnst mér bara skipta ótrúlega miklu máli að stúdendafulltrúar fái sæti við borðið. Þannig að mér langar bara að kasta þessu fram fyrst ég var að fá þennan póst. Bara takk fyrir að spyrja þessu og ég get bara fullvissað það að ég hef átt fleiri en 1 og fleiri 2 samtöl við rektora beggja skólana þar sem ég hef haldið þessu á lofti og reyndar sagt líka af því að skóli fyrir norðan að minnstakosti mjög mikið í svona byggðarlegu tilliti að háskólasamfélagið ekki sko byggingin og ekki lóðin og ekki byggingin, lóðin og fólki sem það er. Háskólasamfélagið auðvitað bara allt umhverfi sem háskóli starfar í. Þannig að það þarf auðvitað að hafa þau öll með líka lykilatriði með stúdentana og mér minnir nú bara að þú hafi beðið með að koma að skilaboðum áleiðis til Áslaugar sem ég gerði daginn eftir varðandi bókun á fundin og það gerði ég. Þannig að þau er alveg meðvituð og ég skal lofa því að ég skal nefna þetta við þau. Takk fyrir. Þetta er kannski bara góður endir á þessu góða pallborði. Við þökkum Loga, Maríu, Silju og Páli Winkel kærlega fyrir komuna og að gefa sér tíma til þess að tala við stúdenta úr öllum áttum. Takk fyrir. Kæra takk. Heyrðu, má ég spyrja einn spurningu? Sannlega. Ég veit af hverju stjórnurnar í Evrópusambandsfánunum eru jafnmargar og þær eru. Og ég veit af hverju stjórnurnar í bandaríska flagginu eru jafnmargar og þær eru. Af hverju eru 8 rendur á merkinu þar? Það eru 8 aðildafélög. Það eru 8 aðildafélög. Já, háskóla. Yes. Já. En fallegt merkir þetta? Já. Þitt